Góðan dag. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar númer 410 og set hér fund miðvikudaginn 20. apríl 2022 klukkan 17:13. Á fundinn eru mættir Lárus Ásmar Hannesson, Erla Freyrisdóttir, Haukur Garðarsson, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Ásmundur Guðmundsson, Gunnlaugur Smárásson og Hrafnhildur Halldórsdóttir. Hér er einnig Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri, og Þórður Jónsson sem sér fundaritun og Jón Sindri Emilsson sér tæknimál. Ég ætlaði að byrja því að biðja frá dagskrá, liður sem er númer 5 á dagskránni, ársendingu Stykkishólmsbæjar, hvort við fáum að byrja á þeim lið. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Og þá ætla ég að gefa Jakobi Björgvin orðið undir lið 5 sem er ársendingu Stykkishólmsbæjar. Á 639. fundi bæjarráðs var lagður fram ársreikningur Stykkishólmsbæjar til fyrri umræðu. Á fundinum samþykkti bæjarráð að vísa ársreikningi til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Gerðu svo vel, Jakob. Forseti. Ársreikningur Stykkishólmsbæjar er hér lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Eins og ársreikningur síðasta árs ber þessi ársreikningur þess merki að árið var óvenjulegt. Eða síðustu 2 ár hafa reynda verið óvenjuleg. Eins og við þekkjum enda höfum við verið síðustu 2 ár að gangi gegnum mikinn ólgusjó faraldursins. Faraldur sem við sem samfélag höfum verið að takast á við ásamt öðrum þjóðum. Högg faraldursins var einna þyngst efnahagslega á ferðaþjónustuna og tengda greinar sem er einmitt stór þáttur í atvinnulífi okkar hér í Stykkishólmi. Og þannig ber ársreikningur 2020 sem og fyrirliggjandi ársreikningur 2021 þess merki þó áhrifin hafi verið sterkari á árinu 2020. Í upphafi faraldursins var reiknað með að faraldur myndi taka skamman tíma. En ljóst hann dróst á langinn og voru við allt árið 2021 í ákveðinni óvissu hve lengi það myndi vara og hver heildar áhrif yrðu af honum þegar honum endanlega lyki. Nú er hækkandi sól og ljóst að við höfum komist í gegnum þetta saman. Við höfum hafið ákveðið uppbyggingatímabil að ná utan hópa sem faraldurinn hefur lagst hvað þyngst á. Og þá heimsfaraldurinn haft verulega áhrif á mörgum sviðum allan heim, þar með talið efnahagsleg. Og er Stykkishólmsbæjar ekki undanþeginn á þessum áhrifum faraldursins. En eins og sést á fyrirliggjandi ársreikningi þá erum við á réttri leið. Við erum að ná stöðugleika í rekstri sveitarfélagsins. Stykkishólmsbæjar byggir á traustum grunni og samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsáætlun er horft til þess að fjárfesta til framtíðar og munu þeir innviðir leggja grunna enn betri þjónustu í sveitarfélaginu til framtíðar. Við reiknum með að það sé viðsnúningur á rekstri Stykkishólmsbæjar strax á þessu ári, en það er gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu á þessu ári, gangi áætlanir eftir. Þessi viðspyrna í rekstri sveitarfélagsins endurspeglar eftir að mikilvæg áhrifa gætt í starfsemi og rekstri sveitarfélagsins 2020 og 2021 vegna COVID-19 faraldursins þessa ágætu viðspyrnu. En á sama tíma minni á að við höfum verið sveitabæjarstjórn hefur verið að lækka álagningu á íbúa og fyrirtæki vegna meðal annars fasteignaskatt og lögðagjöld og horfastagjöld. Áætlunin gerir ráð fyrir því að jafnt og þétt muni Stykkishólmsbæjar ná fjárhagslegum fjárfestingarstyrk til að standa undir mikilvægum fjárfestingum næstu ára. Til viðbótar við fyrirliggjandi áætlun munu koma framlög nú til hins sameinaða sveitarfélags vegna þess framlags sem kemur með sameiningu Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Eins og ég hef nefnt á þessum vettvangi hér áður að þá þurfa stjórnendur sveitarfélags og bæjarfulltrúar og bæjarstjórn í heild sinni alltaf að vera vakandi fyrir ákveðnum þáttum í rekstri sem endurspeglast meðal annars í þessum ársreikningi eins og gerði jafnframt í síðasta ársreikningi.
Það þarf að huga að því og vinna markvisst að því að ná enn meira upp veltufé frá rekstri sem dæmi sem að þarf að standa undir ábyrgum skuld og skuldbindinga. Þannig að við getum þá greitt okkar skuldir og staðið undir nauðsynlegum fjárfestingum. Og þá minnir maður alltaf á það aftur í þessu samhengi að við þurfum alltaf að leita leiða til að lækka launakostnað eða koma í veg fyrir hækkun launakostnaðar sem stærsti útgjaldaliður sveitarfélagsins. Leggja síðan áherslu á ábyrga fjármálastjórnun þar sem gætir aðals og ábyrgðar í rekstri bæjarins á sama tíma og þjónusta við bæjarbúa verði eins og best verður á kosið. Samkvæmt þessum ásetningi sem liggur hér fyrir og þá að teknu tilliti til fyrirliggjandi fjárhagsáætlunar vil ég meina það og vil segja það hér að núverandi bæjarstjórn í lok síns kjörtímabils að skila af sér sveitarfélagi með stöðugan rekstur sem mun vinna hratt tilbaka þau áhrif sem COVID-19 faraldurinn hafði á rekstur sveitarfélagsins. Ef ég geri örstutt grein fyrir helstu lykiltölum sveitarfélagsins. Rekstrartekjur eru 1,9 milljarður, rekstrartekjur A-hluta 1,5 milljarður, rekstrarniðurstaða A og B-hluta neikvæð tæpa 90 milljónir, en fjárhagsáætlun með viðauka hefur gert ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu 60 milljónir og þessi mismunur skýrist náttúrulega einna helst eins og við förum nánar hérna betur yfir eftir af lífeyrisskuldbindingum. Rekstrartekjur A og B-hluta voru í samræmi við áætlanir ársins 2021 og jukust 12,5% milli ára sem virkilega jákvætt og það ekki nein merki annað en að við séum á góðri leið áfram með útsvarstekjur á þessu ári. Rekstrargjöld jukust 12,5% og eru 3,7% umfram áætlun með viðaukum. Frávik frá fjárhagsáætlun með viðaukum á helst rekja til verulega hækkunar lífeyrisskuldbindinga umfram það sem væntingar stóðu til og nam frávikið 72 milljónum króna en laun og launagjöld voru 2% umfram fjárhagsáætlun. Hefði þessi fyrrgreinda hækkun lífeyrisskuldbindinga ekki komið til að þessum mikla þunga sem raunin varð hérna hjá okkur í Stykkishólmsbæ, hefði við náð þeim markmiðum sem við höfum sett okkur í fjárhagsáætlun varðandi rekstrar niðurstöðu fyrir afskriftir og það vel. Veltufé frá rekstri nam á árinu 2021 178 milljónir samanborið við 99 milljónir króna árið áður og þar sést þessi viðsnúningur sem ég nefndi hér áðan. Veltufé frá rekstri var 43 milljónum umfram fjárhagsáætlun með viðaukum sem gert hafi verið ráð fyrir að veltufé frá rekstri næmi 134,8 milljónum króna. Aftur vísbendingum við séum á réttri leið. Handbært fé í árslok nam 101 milljónum, tæpum 102 milljónum og jókst 4,5 milljón króna á árinu. Heildarfjárfesting A og B-hluta á árinu 2021 nam 190 milljónum en áætlunin með viðaukum höfum gert ráð fyrir 170 milljón króna fjárfesting árið 2021, lántökur námu 195 milljón króna og afborganir langtímalána 190 milljón króna. Skuldaviðmið A og B-hluta Stykkishólmsbæjar í árslok 2021 180% en rekstrarjöfnuður síðastliðinna 3 ára neikvæður 82 milljónir króna en minni á að það búið að taka úr sambandi jöfnunarreglu sveitarstjórnarlaga næstu árin og þar með talið þetta ár hér sem ræðir. Að baki krefjandi ár í rekstri Stykkishólmsbæjar líkt og annarra sveitarfélaga á þessum tímum. Ég vil nota þetta tækifæri hér og fyrir hönd bæjarstjórnar þakka starfsmönnum Stykkishólmsbæjar og íbúum þolgæði og þrautseigju á liðnu ári. Að þessu sögðu vil ég gefa Haraldi Reynissyni endurskoðanda orðið sem ætlar að fara yfir ársreikning Stykkishólmsbæjar 2021. Gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, kæra bæjarstjórn og aðrir gestir. Takk fyrir að hleypa mér hér inn til ykkar til þess að renna yfir ársreikninginn eins og hann liggur fyrir núna við fyrirumræðu í bæjarstjórn
Við munum kannski svona bæjarstjórinn ykkar, Jakob, fór ágætlega yfir svona helstu lykilstærðir en við kannski dýfum okkur aðeins dýpra niður í einstaka yfirlit hérna og að því búnu þá kannski förum við yfir endurskoðunarskýrsluna. Kannski bara taka það fram að ásetningurinn hér lagður til fyrri umræðu, hann svo endanlega staðfestur við síðan að nýkjörin bæjarstjórn kemur saman. Það eðlilegt að geta þetta svo sem atriði sem að og auglýsingin hefur verið birt, þannig að það eðlilegt að það sé fjallað það hér í ykkar áritun. Og áritun okkar förum yfir hana á eftir, hvernig við sjáum hana fyrir okkur svona eins og staðan í dag, en þar sem að ásetningurinn ekki gefin út endanlega með okkar áritun fyrir við síðar umræðu, að þá erum við ekki að birta það hér. Og hér sjáum við síðan rekstrarreikninginn og Jakob fór ágætlega hér yfir svona helstu lykilstærðir, þannig að ég ætla ekki að fara yfir það aftur með ykkur, en heildarrekstrartekjur A-hlutans eru 1,5 milljarður og þeir eru svona nokkurn veginn á pari við áætlun með viðaukum fyrir A-hlutan og þeir eru nokkuð hærri, rekstrartekjur ársins, heildin nokkuð hærri heldur en árið á undan, sem var 1,3 milljarðar. Þannig að það eru vissulega merki það að tekjurnar séu að hækka frá fyrra ári og þá erum við kannski að horfa hér á útsvar og fasteignaskatt sem eru 891 milljón tæplega og hækkar þarna næri 90 milljónir á milli ára. Rekstrargjöldin sem að kemur þarna síðan fyrir neðan og þá það kannski laun og launatengd gjöld, sjáum að þar með talið framlag til A-deildar brúar vegna uppgjörsins þar sem árlega gjaldfært 4,9 milljónir en laun og launatengd gjöld eru 921,7 milljón í A-hlutanum, eilítið hærra heldur en áætlun með viðaukum hefði gert ráð fyrir og aðeins hærri heldur en ársreikningurinn gaf til kynna á árinu á undan. Í A-hlutanum þetta svona cirka 2,6% umfram áætlun með viðaukum. Þarna fyrir neðan komum við síðan að lífeyrisskuldbindingunni sem allnokkuð hefur verið rætt í tengslum við uppgjör sveitarfélagana og breytingar á útreikningum og lækkandi, nú tekið tillit til lækkandi dánarlíkna og við munum gera grein fyrir því í endurskoðunarskýrslunni hvernig þau áhrif að birtast inn í útreikningu lífeyrisskuldbindingarinnar en hér í rekstrarreikningum sjáum við að það eru 90 milljónir rúmar sem eru gjaldfærð breyting á uppreiknari lífeyrisskuldbindingu Stykkishólmsbæjar í árslok. Þau höfðu gert ráð fyrir rétt 20 milljónum, þannig að þarna erum við svona með frávik frá fjárhagsáætlun með viðaukum sem að kannski rétt líka að taka fram að bæjarstjórn hafði afskaplega takmarkaðan tíma eða forsendur og í raun og veru ekki nokkurn möguleika á því að taka þetta fyrir í sérstökum viðauka, bara út af þeirri tímalímunu sem að þetta kemur fram á. En það eru svo sem öllu sveitarfélög sem eru með ákveðandi lífeyrisskuldbindingar eru svo sem að lenda í svipuðu þó að fjárhæðirnar séu mismunandi. Og þannig að rekstrarniðurstaðan eða það sem við nefnum framlegð oft jákvæð, rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir jákvæð rétt 81 milljón samanborið við það að hún var neikvæð 3 milljónir árið áður. Þannig að við sjáum þess merki að það séu það allavega betri árangur í rekstri A-hlutans heldur en var á árinu 2020 sem var eins og hér hefur verið nefnt svo sem COVID-ár og við sjáum það svo í töflum hér á eftir og línurutum hvernig þetta í samanburði við árið 2019. Og þar fyrir neðan koma síðan afskriftir, þær eru nokkuð takt við þær fjárhagsáætlanir sem þau höfðu gert rétt 72 milljónir og síðan eru þá fjármunatekjur og fjármagnsgjöld, þar sé fjármagnsgjöld sem eru umfram fjármunatekjurnar eru 119 milljónir sem líka lítið lægra heldur en áætlanir höfðu gert ráð fyrir áætlanir með viðaukum. Þannig að rekstrarniðurstaða A-hlutans neikvæð 111 milljónir tæplega. Þið höfðu gert ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu upp á 67 milljónir en árið áður var að 167,4 milljónir. Þannig að ef við vindum okkur síðan í A- og B-hlutan og bara til þess að svona aðeins að tæpa á því að þar ætla ég ekki að fara yfir þessar tölur svona mjög ítarlega en í A- og B-hlutareikningnum þar búið að eyða út viðskiptum innan samstæðina. Það að þá búið að eyða tekjum sem eru ekki að koma frá þriðja aðila og það að sama skapi þá búið að taka gjöldin út úr þeim einingum sem eru í samanteknu reikningsskilunum ykkar líka. Og ef við horfum bara á að heildartekjur A- og B-hluta eru 1,9 milljarður, nokkuð á pari við það sem við gerum ráð fyrir í áætlunum.
rekstrargjöldin eru tæpir 1,8, eilítið hærra heldur en áætlanir með viðaukum hefðu gert ráð fyrir og rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir er jákvæð upp á 135 milljónir. Það er betri árangur heldur en árið á undan og þá þurfum við líka að hafa það í huga að þarna er verið að gjaldfæra verulega breytingu á lífeyrisskuldbindingu umfram fjárhagsáætlanir. Þegar búið er að taka tillit til afskrifta, fjármagnsgjalda umfram fjármunatekjur og hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélags sem er Eratún, þá er rekstrarniðurstaða á B-hlutans neikvæð 88 milljónir tæplega. Þið höfðu gert ráð fyrir 58,9 milljónum í áætlunum með viðaukum. Aðeins bara varðandi afkomun í hlutdeildarfélagsins. Þetta er sem sagt hlutdeild í afkomu Eratóns í sama hlutfalli og eignarhlutur Stykkishólmsbæjar er í því félagi. Það er nánar getið það í skýringunni sem fjallar félögin og við sjáum það hér þegar við förum yfir í efnahagsreikningin. Og aðeins hérna varðandi efnahagsreikningin ykkar og þá sjáum við það að fastafjármunirnir eða varanlegu rekstrarfjármunirnir þeir eru að aukast á milli ára. Það þýðir í raun og veru svona í sinni einföldustu mynd að fjárfestingar ársins eru þá umfram þær afskriftir sem eru reiknaðar árlega. Þannig að varanlegu rekstrarfjármunir á B-hluta eru 2,9 milljarðar rétt rúmlega og hafa aukist þarna rétt 100 milljónir á milli ára. Og þar fyrir neðan komum við síðan niður þá í eignarhluti í félögum sem er undir flokknum áhættufjármunir og langtímakröfur og eignarhlutir í félögum eru 201,5 milljónir og voru á saman borið við fyrra ári upp á 188,2 milljónir. Hækkunin þarna á milli hann má rekja hana til hlutdeildar í afkomu Eratóns. En þið sjáið að eignarhlutir í félögum er að lækka í A-hlutanum, bara nefna það sérstaklega. Það er ekki vegna þess að einhver eignarhlutur verið seldur eða eitthvað slíkt. Heldur árlega þurfa stjórnendur að renna yfir svona virði þessara félaga og meta hvort að líklegt sé að það innleystist ef að menn myndu slíta þessum félögum eða selja það og það eftir þá yfirferð var tekin ákvörðun það að færa varúðar niðurfærslu að fjárhæð 3 milljónir og er þá til þess að mæta þá kannski mögulega því að bókvært virði eignarhlutana verður ekki innleyst miðað við rekstur þessara eininga. Tökum það fram, hér er ekkert að ræða einhverja endanlega afskrift, hér er bara að ræða varúðarniðurfærslu alveg eins og við erum að meðhöndla varúðarniðurfærsluna þegar við erum að tala viðskiptakröfur. Það er sem mögulega að meta þá tapsáhættuna. Þá færum við okkur niður í veltufjármunina sem eru þá svona þeir fjármunir sem að sveitarfélagur hefur þá aðgang að á næstu 12 mánuðum til þess að greiða af þá skammtíma skuldunum sínu sem eru til greiðslu á næstu 12 mánuða á öllu óbreyttu. Óinnheimtar tekjur á B-hlutans eru 130 milljónir rétt rúmar samanborið við 102 milljónir árið áður. Helsta skýringin á því að þetta er eilítið hærra í ár er það að það er töluvert meira í óinnheimtri staðgreiðslu heldur en var árið áður. Óinnheimta útsvarið er svona nokkurn veginn á róli, ég held að það sé ef ég man rétt 2 milljónir sem að það er að breytast, en það er töluvert meira í óinnheimtu staðgreiðslunni sem að skila sér síðan í ársbyrjun 2022. Það er svona skýrir þessa stóru breytingu á milli ára. Og þarna erum við þá með aðrar skammtímakröfur líka upp á tæpar 22 milljónir. Þarna erum við þá með virðisaukaskatt sem og endurkræfan virðisaukaskatt og svo vaska vinnumanna á byggingarstaði fasteignir sveitarfélagsins. Næsta á skjaldfærsla brúar er þarna og það er þá það sem verður fært til gjalda á árinu 2022. Langtímahlutin er þarna fyrir ofan og er fyrir neðan eignarhluti í félögum og staðan á því í árslok hjá okkur 2021 er 112 milljónir tæplega en 4,9 milljónir eru þá færðar þarna meðal skammtímahlutana. Og handbært fyrir í árslok eru rétt rúmar 100 milljónir og heildareignir á B-hlutans eru 3,5 milljarðar. Og förum við hér áfram niður í eigin fé og skuldir og það er svo sem ekki margt þetta að segja. Eigin fjárreikningurinn hann er bara að hreyfast rekstrarniðurstöðu ársins. Lífeyrisskuldbindingin, þið sjáið að hún er að vaxa töluvert og langtímahluti hennar og það má til þess að glöggva sér nánar á því sjá þetta í skýringu 14.
Langtímahlutinn hennar nemur 342 milljónum tæpum, samanborið við 267 milljónir tæpar árið 2020. Við sjáum að búseturétturinn hækkar aðeins, það ástæðan fyrir því að það innborgaður búseturéttur rúmar 10 milljónir eða 10,5 milljón, það skýrir þá hækkun. Og skuldir við lánastofnanir, þetta sem sagt það sem kemur til greiðslu þá 2023 og síðar, það hækkar, það verið að taka lán hjá okkur upp á 195 milljónir króna á árinu og að samanskapi hækka þá áætlað að næsta árs afborganir langtíma skulda og nema nú rétt 200 milljónum, samanborið við 181 milljónir áður. Næsta árs afborgun lífeyrisskuldbindinganna áætluð 13,4 milljónir og aðrar skammtímaskuldir eru 251 miljón, samanborið 207 milljónir árið áður. Helsta ástæðan fyrir þessari breytingu þarna á milli einfaldlega vegna þess að það eru á meðal lánardrottna bara reikningar sem eru ógreiddir sem eru að berast í desember. Þeir eru náttúrulega í framkvæmdum á þessum tíma einhverjum, þannig að það svo sem eðlilegt að það geti verið að ræða einhverja sveiflu þar. Og ef við höldum síðan áfram hérna og förum niður í skemmtilegasta stað ársreikningsins og ég veit að þið deilið þeim með mér, það sjóðstreymið og það kannski það sem að það ákveðin svona mælikvarði á fjármunamyndunina í rekstrinum og hversu vel gengur að ná veltufénu upp þannig að það standi undir afborgunum langtímalána og helst náttúrulega einhverju umfram það. Þannig að í markmiðasetningunni hjá okkur hafið þið verið með 135 milljónir tæplega en náið þeim árangri að vera með veltufé fyrir rekstur upp á 178 milljónir sem nokkuð betra heldur en árið á undan. Síðan þá leiðrétt fyrir þessum reiknuðu stærðum, það að segja þá það ekki allar tekjur sem eru tekjufærðar greiddar á lokadegi ársins og ekki heldur allar skuldir sem eru tilkomnar vegna gjalda ársins 2021 greitt. Og þegar búið að leiðrétta fyrir þessu, þá handbært fé frá rekstri 166,5 milljónir. Þau hafðu gert ráð fyrir 123,6 milljónum í áætlunum með viðaukum, en árið áður var það 86 milljónir tæplega. Þetta þá í raun og veru svona í sinni einföldustu mynd, getum við sagt að þetta eru þeir fjármunir sem að reksturinn að búa til þess að standa þá undir annars vegar afborgunum á langtímalánum og eða fjárfestingum. Þannig að ef að öllu óbreyttu hefði staðan á bankareikningum átt að vaksa þessar fjárhæðir og þetta snýst allt það að leiða út breytinguna sem á sjóðstöðunni á milli upphafsstöðu ársins og lokastöðu ársins 2021. Og fjárfestingarhreyfingarnar, við tölum oft að það sé að draga til sín fjármuni. Þið farið í fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum, nánari sundurliðin í skýringu 8 upp á 190 milljónir. Það eilítið meira heldur en áætlanir með viðaukum hefðu gert ráð fyrir. Og síðan innheimt gatnagerðargjöld og svo þessi breyting á eignarhlutanum sem í raun og veru niðurfærslan, en þá erum við fjárfestingarhreyfingar upp á 177 milljónir. Nú fjármögnunarhreyfingarnar, að því að við sjáum að ef að reksturinn var að búa til fjármuni eða handbært fé frá rekstri upp á 166 milljónir, þá erum við búin að eyða þeim fjármunum í fjárfestingarnar ef við horfum á þetta svona í þessari röð. Og þá komum við niður í fjármögnunarhreyfingarnar og þá eru tekin í langtímalán, 195 milljónir eins og gat áðan, en þið greiðið af langtímalánum upp á 190 milljónir á árinu. Og svo þá innborgaður búseturéttur, þannig að fjármögnunarhreyfingarnar eru að skila í raun og veru 15 milljónum upp í fjárfestingun ykkar, þannig að handbæra féð það að hækka 4,6 milljónir á árinu og þið endi þá þar af leiðandi í 102 milljónum tæplega. Sem nokkuð hærra heldur en að áætlanir með viðaukum hefðu gert ráð fyrir, eilítið hærra og þannig að það svona sjóðstaðan þannig rétt um 100 milljónir. Og hér á eftir í ársreikningnum, og ég veit að þið þekkið þetta, enda erum við búin að renna yfir þetta saman nokkru sinnum. Það bara verið að fjalla hér fremst reikningsskila aðferðina sem verið að beita við framsetningu á einstaka liðum og síðan kemur hér nánari svona sundurliðina í skýringu 4 á rekstrartekjunum, svo það laun og launatengd gjöld og svo framvegis, það getur við haldið áfram. En það getur verið gagnlegt þegar verið að rýna svona hvernig árið að ganga hjá okkur, að rýna bæði hvernig eru einstaka tekjuliðir að breytast hjá okkur,
En útsvarið til dæmis gott dæmi það hvernig svona einstaklingunum sem eru að greiða skatta í ykkar samfélagi vegnar. Ef að útsvarið að hækka, að þá bendir það til þess að það sé meira umleikis á svæðinu, allavega hjá því fólki sem að greiða skattinn. Og við sjáum bara ef við horfum til dæmis á útsvarið ykkar að það var 733 milljónir á árinu 2021. Það heldur meira heldur en þau höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum og allt nokkuð meira heldur en á árinu á undan. Þannig að það sýnir það að menn eru mögulega að komast af stað aftur. Eftir lægð eins og allir vita í tengslum við bæði COVID og svo annað snottar sem hefur bara verið í gangi í samfélaginu hjá okkur. Nú, síðan þá gert svona nánari greining á framlögum jöfnunarsjóðs og hvernig þau eru að skiptast, en samtals eru þetta rétt rúmar 300 milljónir sem að þið fáið í framlög á árinu frá jöfnunarsjóði. Það nokkuð meira heldur en að þið höfðu gert ráð fyrir í áætlunum ykkar og síðan sjáum við þá þarna að aðrar tekjur eru eilítið lægri heldur en að áætlunum höfðu gert ráð fyrir. Síðan koma hér bara að vekja líka athygli á heildaryfirlit og rekstur, vegna þess að það getur verið gagnlegt að rýna hvernig voru einstaka málaflokkar að ganga á árinu, miða við áætlun með viðaukum og þó líka í samanburði við ársreikning fyrra árs og vek sérstaklega athygli á lykiltölunum sem eru aftast í ársreikningi Stykkishólmsbæjar, þar sem hægt að skoða 5 ára yfirlit og til samanburðar fjárhæðir í áætlunum með viðaukum. Með þeim hætti hægt að sjá sveiflur sem að rétt að rýna reglulega og hvort og höfum það bara í huga allar lykilstærðir sem að til dæmis byggja á tekjum, í hlutfalli af tekjum, að þegar við erum að taka tekjur niður eða það svo kallað tekjufall tímabundið, að þá fara þessi hlutföll svolítið af stað. Þannig að það þarf að horfa á þessi hlutföll til lengri tíma heldur en bara eins árs. Ef við erum farin að sjá kannski trend, þá rétt að hafa það í huga að það geti verið gefið tilefni til að skoða það nánar. Nú, síðan sjáum við hér í skýringu 8b, þá farið yfir hvernig verkefni sem tengjast fjárfestingunum eru að sundurliðast með áætlun með viðaukum og við erum svo sem kannski ekkert að dvelja sérstaklega við það, en það þekkið þið til þeirra verkefni sem að sveitarfélagið hefur staðið í á árinu. Þá ætla ég að gera kannski svona heiðarlega tilraun til þess að skipta hér aðeins yfir á sundurliðunarbókina sem plagg sem gott til þess að átta sig á rekstri einstaka sjóða sem að mynda saman A og B-hluta Stykkishólmsbæjar. Nú, við horfum á það að það að sjálfsögðu og verður ávallt markmið í rekstri sveitarfélaga að ná jafnvægi og tryggja það að svona langtíma markmið náist með fjárfestingum og öðru slíka eins og var vikið hér áðan. En það sem að við kannski vil benda á að þið eruð í ákveðinni vegferð varðandi dvalarheimilið ykkar, það að taka til sín í 16 milljónir, eða það að segja það á 16 milljónir af þessari rekstrarniðurstöðu í tapi, hún neikvæð 16 milljónir rekstrarniðurstöðu af dvalarheimilisins, sem þó, að því að ég var að sýna ykkur áðan yfirlitið í málaflokkum, það þó betri niðurstaða heldur en þið hafa gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum. Þannig að, og af hverju ég að tala svona mikið þetta, það vegna þess að við þurfum að horfa á þetta út frá svona þeim verkefni sem menn að leggja af stað með. Það eru krefjandi ár framundan, það margt að gerast, en svona það hægt að stoppa við og segja, erum við þá að ná tökum á þeim rekstri í þeim einingu sem við höfum verið að eiga við nokkuð lengi, hvað erum við þá að gera til þess að bregðast við því ef svo ekki. Og eins það náttúrulega líka þannig að það er nú stutt síðan að var færið út krafa aðalsjóðs á dvalarheimilið sem var uppsafnaður rekstrarhalli yfir allmörg ár. Þannig að það er nú svona það sem ég langaði að minnast á hér hjá okkur og það að sjálfsögðu þá hér ársreikningur fyrir hverja og eina einingu og yfirlit yfir eigið fé og skuldir
sem að mynda þessi reikningsskil okkar. Og þarna sjáum við það að dvalarheimilið, af því við erum svona að horfa á ekki það að ég vilji draga það sérstaklega út, en það er kannski svo eining sem er að draga til sín fjármuni í B-hlutanum hjá okkur. Þannig að þið hafið væntanlega einhverjar væntingar það að með breytingu á því rekstrarfyrirkomulagi sem að þar að þá séu þið ekki að setja fjármuni þar inn. Heldur getið nota þá í öðrum rekstri sveitarfélagsins. Allavega ekki með sambærilegu sniði. Það er spurning hvort að ég vindi mér ekki bara beint í endurskoðunarskýrsluna. Og við skulum aðeins bara renna yfir hana og svona tilgangur hennar. Hann er tíundaður hér í inngangi sem er beint að bæjarstjórn. Við erum sem að störfum í þessu fagi að vinna við endurskoðun á bæði félögum og svo sveitarfélögum, að við þurfum að fylgja svo sem mjög ströngum ramma, en bæði laga og reglna sem gilda bara almennt rekstur og okkar fag sem endurskoðendur, en hins vegar viljum við líka benda á það að það eru ákveðin atriði sem að við fjöllum á blaðsíðu 20 vegna þess að það eru náttúrulega ákveðnar aðferðir sem er beitt við endurskoðun. Og ég set ykkur aðeins betur inn í það sem að mínar vangaveltur með það á eftir, þurfum að tala mikilvægismörkin. Þannig að það eru svona bæði takmarkanir á þeirri vinnu sem er framfór, þetta byggir á úrtaksfræðum líka, en við þurfum eins og að fá nægjanlega vissu fyrir því að reikningsskilin séu án verulegrar skekkju. Förum bara hér beint niður í niðurstöðu endurskoðunarinnar, og áherslur í endurskoðun eru ávallt innra eftirlit og möguleg sniðganga á stjórnenda á eftirliti. Þá vorum við ekki að gera það bara vegna þess að við höfum einhvern grun að slíkt sé til staðar, heldur er þetta eina af þeim skyldum sem eru lagðar á okkar herðar sem endurskoðendur og í samræmi við þá staðla sem við störfum eftir. Stjórnsýsluskoðunin, hún kemur í raun og veru skylda við endurskoðun á sveitarfélögum, og það eru sveitarstjórnarlögin sem að kveða á þetta, og svo eru svona önnur atriði sem að eru verulegir liðir sem að við teljum að þurfi að njóti sérstakrar skoðunar við okkar yfirferð. Óleiðréttur mismunir að einhverju ákveðinni fjárhæðina sýni ég ykkur hér á eftir, sem að við þurfum að safna saman og gera þá bæjarstjórn og stjórnendum grein fyrir ef að þeir eru til staðar við lokin, en það er ekki að ræða neina óleiðrétta mismuni. Mál sem eru frágengin samhliða síðari umræðu ársreikninginn, það er staðfestingarbréf stjórnenda, það er afgreiðsla á áritun bæjarstjórnar, það er undirritun okkar sem endurskoðenda og svo er það loka útgáfa endurskoðunarskýrslunnar. Veikleikar í innra eftirliti, okkur ber líka sem endurskoðendur að ræða við ykkur mögulega veikleikar sem við höfum orðið áskynja Í þessum efnum þá svona í ákveðnum tilvikum þá aðgreining starfa svona með hliðsjón af heimildum viðkomandi aðila inn í fjárhagskerfunum ykkar ekki með fullnægjandi hætti. Stjórnendur eru meðvitaðir veikleikann. Þurfum líka að hafa það í huga að þessu mögulega ekki hægt að koma við 100% bara vegna stærðar skrifstofu, og þá skiptir máli að stjórnendur séu meðvitaðir þetta og bregðist þá við mögulegri hættu af slíku. Það var ekki að ræða aðra verulega veikleika í innra eftirlitinu. Varðandi veikleika í stjórnsýslu þá bara bendum við á það að það mikilvægt að taka fyrir formlega viðauka ef við erum að tala að hreyfa framkvæmdatíma eigna til eða eitthvað slíkt. Þannig að það mikilvægt fyrir ykkur að leggja það fram þannig að menn átti sig á því hver eru áhrifin af því að hreyfa fjárfestingarverkefni til í tíma. Í sérstakri skýrslu sem við komum til stjórnenda þá höfum við komið á framfæri ábendingunum en höfum það í huga að okkar ábendingar eru fyrst og fremst hugsaðar sem svona tækifæri til úrbóta og það sem eru þá verulegar að við teljum allavega eigi erindi við bæjarstjórn beint, það eru þær sem við erum að fara yfir hér. Og umfang endurskoðunarinnar, við sjáum það á blaðsíðu 6 hér á eftir, en hér erum við þó komin að þessu svo kallaða mikilvægi. Vegna þess að þegar við erum að leggja af stað í svona skipulagningu og áhættumat endurskoðunar þá þurfum við að reikna svokölluð mikilvægismörk. Og mikilvægismörkin eru reiknuð út frá tekjum ársins 2021 miðað við svona fjárhagsáætlunina sem var lagt af stað með, en árið áður var reiknað með meðaltekjum. Og 3% af þessari fjárhæð eru svokölluð mikilvægismörk. Það að segja, ef að ársreikningur Stykkishólms bæjar
væri skakkur 56,1 milljón, þá væri hætt á því að stjórnendur eða aðrir þeir sem væri að nota þessi reikningsskil tækju ranga ákvörðun út frá þeim. Þannig skilgreinum við mikilvægismörkin. Það er þó ekki þannig að þegar að búið að rekna þessa fjárhæð að ekki sé verið að skoða neitt nema það sem yfir þessari, en það væri þá ekki margir liðir og þetta væri fljótt gert, heldur þarf að setja þá svokölluð mikilvægismörk fyrir einstaka liði reikningsskilana. Í ykkar tilfelli, Stykkishólmsbæjar, eru það 36,5 milljónir og þá komum við að því að við þurfum líka að vinna með enn önnur mörk og það þessi svo kallaði mismunur sem að við þurfum að safna saman á lista og fara yfir þá með bæjarstjórn ef að þeir eru óleiðréttir. Eins og við gátum í niðurstöðunni þá ekki að ræða óleiðrétta mismuni, en þessi fjárhæð eru 2,8 milljónir. Við ræðum þetta bara í þeim tilgangi að það geti munað einhverjum 100.000 kalli eða eitthvað slíkt einhver staðar, það verður þess ekki valdandi í ásetningi af þessari stærðargráðu að hann sé rangur. Það ekki þannig. Hér sjáum við yfirlit yfir umfang endurskoðunarinnar og það svo sem það ekki engin ný eining að koma inn í ykkar reikningsskil, þannig að þetta eru aðal- og eignasjóður og þjónustustöðin í A-hlutanum og síðan erum við þá með hafnarsjóð, fráveitu og dvalarheimili og þjónustu íbúðirnar ásamt fasteignum Stykkishólms í B-hlutanum. Fyrirhuguð áritun óháðs endurskoðanda að öllu breyttu þá þetta bara hefðbundin áritun á ársreikning Stykkishólmsbæjar og svo sem ekki margt það að segja. Innra eftirlitið hér á næstu glærum þá aðeins verið að fjalla nánar hvernig við erum að nálgast þessa einstaka liði. Við erum búin að geta það að það þessi aðgreining starfa sem að við erum að benda á og rétt að bara hafa sífellt í huga og stjórnendur ykkar eru meðvitaðir það og möguleg sniðganga stjórnenda á eftirlitinu. Við beitum sérstökum prófunum og virkni eftirlita með færslum og lokafærslunum sem að tengjast á lokavinnunni og við metum hvort það sé verið að breyta aðferðum við mat á einstaka liðum á milli tímabila og hvort það sé þá viðeigandi og niðurstaðan úr þessari skoðun að það komi ekki fram vísbendingar sniðgöngu stjórnenda á því innra eftirliti sem til staðar hjá ykkur. Hér síðan fjallað stjórnsýsluskoðunina og við vorum svo sem búin að fjalla þessa ábendingu varðandi gerð viðaukana sem við viljum koma á framfæri við ykkur og þurfum ekki að dvelja lengur í það. Síðan koma hér á eftir rekstrartekjurnar hjá ykkur. Við gerum ekki athugasemdir við færslu þeirra og af því að ég ætla kannski ekki endilega að gera ykkur að endurskoðendum. Það örugglega annað sem að heillar ykkur. En við gerum ekki athugasemdir við þetta og þið getið þá kynnt ykkur hvernig við erum að nálgast þessa liði. En var bara rétt varðandi rekstrartekjurnar, þar verið að afla ansi góðrar staðfestingar frá þriðja aðila. Það frá innheimtumanni, það frá fjársýslunni, það yfirlit frá jöfnunarsjóði og svo erum við þá líka að fá upplýsingar óinnheimta staðgreiðslu og skilaða staðgreiðslu á árinu og uppgjörið á útsvarinu. Þannig það nokkuð góð vissa fyrir tekjunum hjá okkur og alltaf gott, okkur líður alltaf vel endurskoðendum ef við erum með svona staðfestingu frá þriðja aðila. Laun og launtegnd gjöld. Laun og launtegnd gjöld að taka til sín 62,5% af heildartekjum sveitarfélagsins og nema þau eins og við töluðum áðan rétt 1,2 milljörðum. Þetta hlutfall sem að þarf að vinna með. Það náttúrulega fer vaxandi ef að tekjur lækka og almennt það þannig í svona langtíma markmiðum sveitarfélaga að við viljum ekki fara með þetta ofarlega. Það að segja eftir því sem við ráðstöfum meiri hluta af heildartekjum sveitarfélagana í þetta þeim þyngri verður reksturinn til að standa undir öðru. Þannig að mikilvægt að hafa það bara í huga. Hér á eftir kemur síðan þá varanlegu rekstrarfjármunir og það ekki að ræða endurmat á lóðum og lendum en það væri fært á eiginfjárreikninga ef slíkt var að ræða hjá okkur og hér stofnframlög og eignarhluti og báðum þessu liðum gerum við ekki athugasemdir við niðurstöðuna en þá erum við komið hér aðeins að lífeyrisskuldbindingunni sem ég lofaði ykkur að ég myndi ræða áðan. Við erum semst búin að skipta hér gjaldfærslunni upp í þessa einstaka þætti sem má eiginlega skipta þessu í þrennt. Það að segja áhrifaþættirnir sem eru þá að hreyfa skuldbindinguna upp eða niður
Þið greiðið að vegna þáttöku Stykkishólmsbæjar í lífeyrisgreiðslum til aðila sem eru farin að taka lífeyri, þið greiðið 12,5 milljónir af því og það nú farið bara með það eins og við getum hugsað það eins og við varum að greiða af láni, það hefðbundið. En síðan erum við þá með áhrif hefðbundinna breytinga á skuldbindinguna og þegar við erum að tala um hefðbundnar breytingar að þá erum við að tala til dæmis hækkun vísitölu lífeyrisskuldbindinga opinberra starfsmanna. Það að vigta þá inn launahækkanirnar sem að skuldbindingin að meta. Þau áhrif eru 21 milljón eða 7,6%. Vísitalan, þetta meira en vísitalan en sem dæmi þá var vísitalan rétt tæp 10% vísitala lífeyrisskuldbindinga opinberra starfsmanna árinu 2020. Þannig að þetta nú svona, þetta ekki eitthvað sem að kemur okkur mjög óvart. Svo það áhrif breytingarna á dánarlíkunum, þar að segja lækkandi dánarlíkun. Og það þessi breyting sem að ráðuneyti staðfesti að það eigi að taka tillit til þess við útreikning á lífeyrisskuldbindingum. Það nema hærri fjárhæð, bara sú eina breyta og eru það 22,7 milljónir eða 8,2% af þessari breytingu. Nú svo það áhrif breytinga á hlutfall launagreiðanda og þegar við erum að tala um hlutfall launagreiðanda að þá erum við að tala að áður fyrr, það sem að gerist í raun og veru það þegar búið að taka ákvörðun það að þurfa að reikna með uppfærum dánarlíkum eða lækkandi dánarlíkum að það gerð samhliða endurreikningur á hlutfalli Stykkishólmsbæjar í skuldbindingur sem áhvílandi. Ég að vona að ég missi okkur ekki alveg að þetta aðeins tæknilegt en þetta skiptir máli að átta sig á þessu mun. Vegna þess að hlutfall launagreiðandans var áður fyrri útreikningu 52% í tilfelli Stykkishólmsbæjar. Það 61,1% meðan við uppreikningi núna í árslok. Sú breyting, hún að skila gjaldfærslu upp á 47 milljónir tæplega í rekstri. Þessi breyting, hún þess eðlis að því að reglurnar þetta eru, þó að séu flóknar, þá eru það líka aðeins einfaldar. Það að segja að sveitarfélagið ber ábyrgð á launahækkunum sem verða frá því að menn hefja töku lífeyrisins. Það þýðir það að þetta hlutfall mun fara hækkandi á hverju ári og þeir tryggingastarfræðingar sem annast þessa útreikninga, þeir munu núna framvegis reikna þetta hlutfall upp á hverju einasta ári. Og við megum þá reikna með því að þetta hlutfall fari hækkandi en það verða ekki neinn svona stökk, það má ekki reikna með einhver svona stökkum aftur. Vegna þess að ef ég fæ ákvarðaðan, segjum að ég fái 100 krónur ákvarðaðan í lífeyri þegar ég byrja og eftir einhver kannski áratug ef ég svo heppinn að þá það komið í 300 krónur, þá berið þið ábyrgð á 200 krónur. Og það þó orðið stærra hlutfall af því sem verið að greiða út í gegnum skuldbindinguna. Þannig að þetta þetta flækjustig sem að fylgdi þessu en ég vona að þetta útskýri aðeins málið, annars getum við þá rennt yfir það saman á eftir mögulega. Og ég svara svo spurningum ykkar. Nú hér síðan skuldir við lánastofnanir. Við erum að kalla við kallum eftir staðfestingarbréfum, þannig að þetta eru ytri staðfestingar frá þriðja aðila eins og ég nefndi áðar afar örugt. Hér síðan fyrir aftan erum við með ítarefni. Það annars vegar upplýsingar það sem skylt að veita bæjarstjórn, það fjallað óhæðið okkar og svo það sem við gatum í inngangi þessi fyrirvarar við þessara vinnuna sem framkvæmd Nú við höfum ekki farið fram á sérstakt staðfestingarbréf stjórnenda umfram það sem kemur fram bara í því sem hefðbundið vegna ársins 2021. Og það kom ekki upp veruleg viðskipti eða ekki veruleg atriði tengdra aðila í okkar endurskoðun. Og það faglegt mat okkar að ekkert hafi komið fram í endurskoðun sem hefur veruleg áhrif á reikningsskilagerðina. Og það verið að beita hefðbundnum og eðlilegum reikningsskila aðferðum. Við höfum gert einhver grein fyrir þessum atriðum sem við vorum með hér í niðurstöðu kafla endurskoðunarinnar sem snúa að veikleika innra eftirliti. Nú áritunin okkar verður fyrirvaralaus að öllu óbreyttu. Ekki hafa komið upp sviksemisatvik eða grunur sviksemi stjórnenda, sveitarfélags eða starfsmanna í lykilstöðum innra eftirlits sem gæti til verulegrar skekkju. Við erum að nýta vinnu ytri sérfræðinganna, það að segja tryggingastarfræðingar sem að reikna upp lífeyrisskuldbindinguna fyrir ykkur. Þannig að við höfum þeir hafa staðfest óhæði sitt gagnvart sveitarfélaginu og þeim lífeyrissjóðum sem að þeir sinna úttektinni fyrir og framkvæma vegna. Stjórnendur veittu okkur öll gögn og skýringar sem við óskuðum eftir
og ekki komu upp verulegir erfiðleikar við endurskoðunina og ekki komu upp ágreiningur á milli endurskoðunarteymis eða stjórnenda. Og stjórnendur settu ekki nokkrar takmarkanir á umfang okkar vinnu. Og ekki komu upp brot á óhæðisreglum við endurskoðunina og endurskoðunarteymið og aðrir hjá KPMG sem tengjast endurskoðuninni hafa fylgt siðareglum óhæði. Nú farið var yfir helstu niðurstöðuna með stjórnendum og svo með ykkur og það ekki komið fram atburðir að aðstæður sem vekja verulega efasemdir áframhaldi rekstrarhæfi sveitarfélagsins. Við erum síðan hér með aðeins ítarlegri umfjöllun óhæðið og dveljum ekkert við það. Hér síðan fjallað aðeins fyrirvarana sem ég nefndi, það tilgang skýrslunnar, takmarkanirnar á vinnunni og svo takmarkunina á ábyrgðinni. Og síðan fórum við þá hér í viðaukana þar sem við erum svona að setja í samhengi lykiltölur og fjárhagsáætlanir sem hafa verið samþykktar hjá ykkur fyrir árin 2022 til 2025 og svo fjöllum við í lokin aðeins breytingar sem eru í vændum. Þið hafið afgreitt og áætlun rekstur, framkvæmdur og fjármögnun fyrir sveitarfélagið allt til ársins 2025 eins og sveitarstjórnarlög mæla fyrir Það eru að sjálfsögðu breytingar í vændum sem gera það verkum að það þarf að taka inn samstarfsverkefni og svo fylgja líka breytingar því að þegar í sameinuðu sveitarfélagi þá eru að sjálfsögðu líka breytingar þar sem það þarf að taka tillit til í fjárhagsáætlunum fram veginn. Hér sjáum við aðeins svona samantekið yfirlit yfir hvernig svona árin 2019 til 2021 hafa komið út og ykkar samþykktu fjárhagsáætlanir. Nú, við gerum ráð fyrir því í fjárhagsáætlun ykkar að þið séu að ná nokkru jafnvægi í rekstri og að það sé jákvæð rekstrarniðurstaða öll árin sem áætlunin nær til. Rekstrarjöfnuðurinn, hann neikvæður í árslok 2022 gangi áætlanir eftir. Það vegna þess að afkoman sem að þið gerir ráð fyrir að sé á árinu 2022, hún vinnur ekki alveg upp það tap sem að fyrir 2 ár voru með, en við skulum hafa það í huga að það undanþága frá þessum reglum fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga sem að gildi til ársins 2025 fyrir það tímabil, þannig að á því tímabili eiga menn að vera að ná jákvæðum rekstrarjöfnuði og halda skuldaviðmiðið og þið náið því gangi áætlanirnar eftir í árslok 2023. Þá eru þið með 133 milljónir í jákvæðan rekstrarjöfnuð. Það sem við erum síðan að leiða hér út fyrir neðan annars vegar það veltufé frá rekstri samkvæmt sjóðstreymi og við sjáum að árið 2019 þá veltufé frá rekstri 195,3 milljónir. Það dettur niður fyrir 100 milljónir árið 2020 og stígur síðan aðeins upp í 178,2 milljónir árið 2021. Og síðan komum við þarna að afborgun langtímalánuna og þetta leynum við að leiða út fyrir annars vegar fyrir þá samþykktu fjárhagsáætlanirnar ykkar. Og ef við horfum á það að þá svona uppsöfnuð fjárþörf eftir að búið að borga af lánunum sem eru þá inn í fjárhagsáætlunin ykkar. Það að segja að sú lántaka sem hefur verið sett inn í fjárhagsáætlunina, hún að speglast inn í auknar afborganir, að þá þarna fjárþörf 55,1 milljón í árslok 2025 gangi áætlanirnar eftir. Og þið ætlið að fjárfesta fyrir rúmar 512 milljónir að óbreyttu, samkvæmt áætlunum ykkar, og uppsöfnuð fjárþörf sem þá verið að mæta annars vegar þá með lántöku eða þá með lækkun á handbæru fé þegar búið að borga af þessum lánum væri þá einhvers staðar í kringum 568 milljónir. Þið ætlið að mæta þessu með lántöku upp á 480 milljónir, þannig að þegar búið að taka tillit til lántökunar þá þarna fjárþörf upp á einhverjar tæpar 90 milljónir og sem að menn hafa þá möguleika annars vegar að draga úr fjárfestingum en menn sjá að þess þurfi eða þá að eins og við þekkjum að þá kannski þarf bara að horfa yfir sviðið aftur hvernig menn setja áætlanirnar fram í sameinuðu sveitarfélagi. Skuldaviðmiðið, það undir þeim viðmiðum sem að setja eru í reglugerðin á tímabilinu, en skuldahlutfallið þarna 141%, 22 og tekur svo aðeins að lækka seinni hlutann.
Næstu glæri sjáum við bara svona myndræna framsetningu á rekstrarjöfnunum. Það svo sem bara eins og ég gat áðan, þið náu honum í jákvæðan fyrir árið 2021, eða tímabilið 2021 til 2023. Gangi áætlanirnar eftir, þá voru þið búin að vinna tapið sem var til og hér sjáum við síðan framleiðarhlutfallið og þá þróunina frá 2019 til 2025 samkvæmt áætlunum hjá okkur og af hverju erum við að setja þetta með þessum hætti fram vegna þess að það eru sveiflur í rekstri óneitanlega. Það eru áföll sem hafa dunið á heimsbyggðinni allri og það kannski allt í lagi að horfa þá á framleiðarhlutfallið hvort að væntingar framleiðarhlutfall í áætlunum þegar að við búumst við að vera komin tilbaka eftir COVID-faraldurinn og allt það sem hefur gengið á að þá voruð þið með framleiðarhlutfall upp á 14,4% fyrir samanteknir reikningsskiljangur eða á B-hlutann árið 2019 og þeir eru svona horfið að geta verið í kringum kannski svona 16 til 14% framleiðarhlutfall fyrir á B-hlutann á þessum árum 22 til 25. Skuldir og skuldbindingar þær vaksa yfir tímabilið. Þið eruð að gera ráð fyrir allnokkrum fjárfestingum í áætlunum ykkar eins og við fórum yfir áðan. Skuldahlutfallið hér rétt bara að ítreka það að það skuldaviðmiðið sem gildir þegar verið að þegar eftirlitsnefndin fjármálin til dæmis að horfa á fjármál sveitarfélaga þá eru þeir að horfa á það ásamt náttúrulega öðrum þáttum og hér sjáum við þróun á skuldaviðmiðinu hjá okkur. Gangi áætlanirnar eftir. Og hér að lokum þá eiginfjárhlutfallið í þessari hröðu yfirferð yfir ársreikninginn og endurskoðunarskýrsluna en síðan eru þá hér þessar breytingar sem eru í vændum og það er gert ráð fyrir því að 1. júní þá hafi verið samþykktar viðaukar við gildandi fjárhagsáætlun 2022 sem að þá eru að taka inn þessar einingar sem að þið berið hlutfallslega ábyrgð á rekstrinum í. Þetta eru samrekstrarverkefni. Þannig að það þarf bara svo sem að hefja vinnu við upplýsingaöflunum í tengslu við það og kalla eftir fjárhagsáætlunum fyrir þessar einingar og þessar breytingar gera það líka að verkum að uppgjör á þessum einingum þurfa að liggja fyrir í tíma en samhliða fjárhagsáætlana vinnunni þá þarf að kalla eftir fjárhagsáætlunum líka fyrir þessar einingar fyrir 4 ár. Þannig að það svona aðeins verið að breyta taktinum í þessari vinnu. Þá hef ég lokið málu mínu og þakka fyrir og ég hafa þetta hér uppi. Já, það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haraldur. Orðið laust undir þessu lið. Lárus Asmar, fulltrúi til stað, gerðu svo vel. Það var þín Haraldur. Viltu að losið þið það? Nei, nú má vera hérna. Forseti, ég þakka þér fyrir yfirferðina Haraldur. Fyrst vil ég segja að ég held að það sé mjög mikilvægt að við bæjarfulltrúar fáum þessa skýrslu útprentaða. Þetta er eitthvað sem allavega ég er með á náttborðinu hjá mér og óska eftir því. Það er svona gott að hafa þetta og geta gluggað í þessu. Ég hef verið mjög uggandi yfir skuldastöðunni. Ég hef talað um það hér oft og mun gera áfram af því að ég sé svo agalega þróun hérna í þessu hjá okkur og hún getur bara ekki gengið. Við erum komin hérna í fjármagnsgjöld upp á 146 milljónir og skuldirnar eru komnar í 2750 milljónir rúmar og veltufjárhlutfallið hjá okkur undanfarin ár hefur verið allt og lágt. Það er verið að miða við að veltufjárhlutfall þurfa að vera svona 1 helst. Það er
2017 er það 0,36, 2018 0,52, 2019 0,54, 2020 0,46, 2021 0,57. Það er þess vegna sem að skuldirnar aukast ár frá ári að því veltuhlutfall er alltaf lágt. Nú gerum við grein fyrir þetta fyrir umræðu og við höfum eftir að glugga í þessu og fara í gegnum þetta allt. En það var nefnt hérna, bæjarstjórn nefndir hérna áföllinu varandi COVID og svona. Þetta er alltaf COVID sem er búin að vera víðar en hér og hérna víðar en á Íslandi. Í Snæfellsbæ er það talað til dæmis 160 milljónir pluss á niðurstöðunni á B-hluta og grundaverðið 29 milljónir. Þeir eru líka að fást við sjálfsögðu þessar breytingar á lífeyrisskuldbindingum. Þannig að ef eftirlitsnefndin fjármál sveitarfélaga, og þú leiðréttir mig Haraldur ef það er ekki rétt í mér, ef hún væri ekki búin að kippa á sambandi þeim reglum sem hafa verið farið eftir hér undanfarn ár, þá væri hún komin hér, búin að senda okkur bréf og farin að skoða hvernig gengi okkur. Miðað við 3 ára jöfnun. Allavega eins og ég sé þetta. Og það sem er líka, og ég vil að við veltum fyrir okkur, það er, Haraldur kemur inn á áætlun fyrir 2022 og fram í tíman. Það hef ég líka nefnt oft að áætlanir hjá okkur hafa verið svolítið langt frá því að standast. Við vorum að fara í viðauka, við vorum að gera áætlun fyrir 2022, þar sem að munaði 30 milljónum á tölunum sem var að vera að vinna með. Og áætlunin gerir ráð fyrir 109 milljónum í plús fyrir 2022. Það er að segja viðsnúningi upp á 200 milljónir. Ég vona að það rætist, en það er gert ráð fyrir fjármagnskostnaði upp á 130 milljónir. Með verðbólgun í dag, þá er það talsvert hærra. Það mun líka detta út þegar tekjurnar fyrir sem að komin í reikningan hjá okkur fyrir hjúkrunarrýmin, detta út. Sjálfsögðu launakostnaður það stæðsti hluturinn og dettur út líka. Það var spurning hefur það ekki áhrif á skuldahlutfallið. En ég vildi bara koma að þetta að við hérna, mér finnst þau stundum, það er rosalega gaman ef það er jákvæðir hlutir, en í mínum veruleika þá verðum við alltaf að byrja á því að horfast í augu við stöðuna. Við erum að tala á síðustu 2 árum mínus upp á 160 milljónir. Rúmar. Það er verkefni framöndan, það er fullt af stórum framkvæmdum framöndan. Við erum ekki farin að borga 1 krónu í framkvæmdinu á hjúkrunarrýmunum. Það kemur á fullum þungi á þetta árið. Það eru framkvæmdir áfram við skólastígin sem við þurfum að fara í. Það eru lóðir inn í Vík og svo framvegis. Þannig að ég bara mun kíkja á þetta og rýna betur í þetta fyrir seinni umræðuna, en við verðum að vera rosalega kröfuhörð á okkur að horfast í augu við stöðuna. Það er ekkert langt sem við komum í fréttirnar fyrir það að vera næst skuldsettasta sveitarfélag á landinu í A-hluta. Og hérna, ef við teiknum upp rétta mynd, gerum áætlun, förum í þetta, þá munum við hérna ná að snúa þessu við. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Jakob Björgvin við beðum orðið. Gerðu svo vel. Forseti, ég ætla stuttlega að bregðast við yfir fyrir Lárusar, þakka honum fyrir. Lárus Ásmars bæjarfulltrúa. Fyrsti punkturinn, fjárhagslega stykkismaður vegna skulda sem að liggja fyrir. 20 því sem ég vil nefna, ef að frekari lántökur með núverandi áætlanir verði ekki fyrir frekari lántökur í samræmi með núverandi áætlanir, þá þarf það samanskapið að segja ég ætla að taka það út þessa fjárfestingu. Það fylgist að, þannig að það verður þá ávarpa það á sama tíma. Veltufjárhlutfall hefur komið til umræðu nokkrum sinnum.
það á frekar við í rekstri einkahlutafélaga eða fyrirtæki almennt en minna vægi í rekstri sveitarfélaga. Við höfum með bakkjarl í lánasjóðu og annað sem aðrir kannski hafa ekki á hinum almenna markaði og ég nú svo spennt á áðan, við getum leiðrétt veltur á hlutfalli einfaldlega með því að taka hærra langtímalán og hafa meira handað P ef það er eitthvað sérstakt markmið að horfa einungis á veltuhlutfalli. Samanburður milli Grundarfjarðarbæjar og Snæfellsbæjar bara fullilega rétt á sér. Hins vegar augljós svar við því af hverju staðan önnur hér. Þeir voru ekki í þeirri stöðu 2020 til dæmis að vera með lægri útsvarstekjur í krónutali samanborið 2019. Það var staðan hér og í örfáum sveitarfélögum á landinu. Ferðaþjónustan einfaldlega miklu sterkari þáttur hér hjá okkur eins og við sýnt sig í þessum faraldri heldur en hjá mörgum öðrum sveitarfélögum og þá sérstaklega horfum út á land, horfum hérna út á Nes og við getum bent á alla þessa veitingastæði sem við erum með, hótelin, Hafnarfjarðar ferðaþjónustuna og svo framvegis. Nú, hjúkrunarheimili, við höfum reyndar hérna greiddum örlítinn hluta á því á síðasta ári, þannig að við höfum, hvort það hafi verið einhverjir smáaurar, en varðandi þá tilvísun í fréttaflutning sem var nýverið að þá þar einmitt verið að bera saman A-hlutana á árinu 2020 og við höfum verið að fara yfir það hér í dag og ég sagði það hérna áðan að tekjurnar árið 2020 voru lægri í krónutalið heldur en 2019. Það hefur eðlilega áhrif beint á skuldahlutfallið sem var verið að bera saman í þessari frétt og strax árið 2021 þetta komið niður af því það hækkandi tekjur eins og fóru yfir áðan. Þannig að COVID-faraldurinn beinlínis hafa bara meiri áhrif hér heldur en á mörgum öðrum stöðum sem skýrir meðal annars þessa stöðu sem ég fór inn yfir áðan og birtist þarna í þessari frétt sem var verið að vísa til. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem hvað þessi ljós? Svo ekki. Bæjarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi Stykkishólmsbæjar til seinni umræðu í bæjarstjórn. Hver samþykkið þessu? Og það samþykkt samhljóða. Ég þakka Haraldi kærlega fyrir góða kynningu. Og gefa tækifæri til það ekki myndi. En þú mátt sitja. Þá göngum við til dagskrár aftur og byrjum á lið 1 sem fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 11. fundi þeirra nefndar, lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður hljós. Lið 2, skóla- og fræðslunefnd, fundargerð fundarnúmer 192, lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn hefur kveður hljós. Lið 3, fundargerð bæjarráðs frá fundi nr. 639, lagt fram til kynningar og orðið laust. Lárus Ártmar, bæjarfulltrúi L-listar, hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Lárus. Forseti, mig langar að fara aðeins yfir mál sem númer 22 í fundargerð bæjarráðs sem heitir lóðaframboð í Stykkishólmi en varðar skipulag austan Aðalgötu. Þetta ansi langt mál að verða. Þetta fer af stað í rauninni 7. janúar 2019
þegar sendir fyrirspurn til bæjarins að gera aðaluppdrátt. Þar er erindinu hafnað og á þeim grundvelli að það er fara í að deiliskipulagið geta svæði. Nú, deiliskipulagið fer af stað og það er 27. desember núna síðastliðin sem að þetta er sendt til Skipulagsstofnunar. Og þegar að það er verið að skoða hvenær það kemur, þá kemur þetta ekki til Skipulagsstofnunar fyrir 23. febrúar. Og þetta er samþykkt í rauninni 24. mars í Skipulagsstofnun síðastliðin. Þetta er búið að vera alveg rosalega langt, þetta er farið að komið á 4. ár, þetta er farið að kosta allavega síðast þegar við fengum tölur það eitthvað milli 4 og 5 milljónir. Og í rauninni stendur það út af sem að var minnst á í upphafi að það yrði að græja lóðarbréf á milli húsa. Þannig að ég vil bara aðeins að væri eftir að fara yfir þetta mál, hvernig menn sjá fyrir sér að þessu verði lokið. Því á sama tíma á þessum einstakling var meinað að það var hafnað að hefja framkvæmdir að því að væri verið að fara í deiliskipulag að þá er búið að leyfa framkvæmdir á þessu sama svæði til annar aðila og þetta snýst svolítið pínlítið þess vegna velti ég fyrir mér og langar að fá aðeins svör við því hvenær menn telja að þessu verði lokið og hvort það sé ekki eitthvað misræmi í því að hafna umsókn þegar einhver vill fá að framkvæma á sin eigin lóð en jafnframt þá að leyfa öðrum áður en að deiliskipulagi er lokið. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Jakob Björgvin hefur beðið um orðið. Forseti, þakkar Lárusi Ásmanni bæjarfulltrúa fyrir þessa fyrirspurn. Það er alveg rétt að þetta mál hefur tekið þennan tíma og hófst á þessari vegferð eins og var farið ágætlega hérna yfir áðan að það kemur beiðni að byggja á lóð þar sem er engin skilgreindur byggingarréttur á viðkvæmasta svæði bæjarins sem er miðbærinn. Og í stað þess að fara í grenndarkynningu og ákveðið á þeim tíma sem að ef ég man rétt var samþykkt hér samhljóða að fara í þessa vegferð á grunni þeirra upplýsingar sem lá fyrir þeim tíma, bæði var það lá fyrir í málinu, ef ég man það rétt, umsagnir frá Skipulagsstofnun og lögmanni og fleiri aðilum, þar sem að var svona verið að hvetja til þess að fara í þessa vegferð, þessa leið og tel svo sem að sú leið hafi verið rétt og sérstaklega í ljósi þess að við vorum hér að tala um miðbæ Stykkishólms og nýjan byggingarrétt í miðbæ Stykkishólms og þetta er umræða sem við farið í áður. Nú, hér er líka spurt hvenær verður þessu skipulagi lokið og hvenær verður það auglýst í B-til Stjórnartíðinda. Ég gerir ráð fyrir að það verður auglýst í B-til Stjórnartíðinda í næstu viku. Það er síðasta lagi þann næstu viku myndi ég halda. Þetta þyrfti ég að fara yfir með skipulagsfulltrúa, hann er í Órafi þessa stundina þannig að hann kemur til vinnu í næstu viku. En öðru liti vísa ég til svars sem að skipulagsfulltrúi sendi bæjarfulltrúum nýverið stöðuna og ástæður þess sem það hefur tafist að auglýsa þetta skipulag í B-til Stjórnartíðinda sem var samþykkt í desember síðastliðnum. En hitt vil ég samt segja var þetta skipulag, ég held að þetta skipulag hafi
mörgu til leiti verið farsæll hvað varðar þann hluta sem að snýra að skipulagi kringum hólinn, Sýslumannshólinn og það er í kring og við Austurgötuna. Enda erum við að sjá fyrir okkur að þarna sé að koma nokkri byggingareitir til viðbótar úr þessu skipulagi, þannig að þetta var fjárfesting í rauninu 9 byggingareitum í staðinn fyrir að fara af stað með 1 byggingareit og grenndarkynna hann. Þannig að þarna erum við að fá afrakstur þéttingar byggðar sem að við höfum verið að vinna á þessu kjörtímabili. Varðandi spurningu sem hér var varpað fram hugsanlega mismunun, þá er því til að svara að annars vegar erum við að tala lóð með engum byggingareit, nýtt hús á lóð með engum byggingareit og hins vegar viðbót við núverandi húsnæði við Aðalgötu og ef byggingin sem slík skildi kalla, það er þá veggur, stóðveggur fyrir utan húsið. Þannig að þessi 2 mál eru bara ekki sambærileg. Og við fórum líka yfir það á sínum tíma og það var fengið sérstakt lögfræðiálit sem var lagt hér fram frá landslögum sem rökstuðu þá að þetta var eina rétt í stöðunni, að færi þá málsmeðferð samþykkt þá og sú málsmeðferð var hér samþykkt samhljóða í bæjarstjórn. Þannig ég hef ekki áhyggjur af því sjálfur persónulega að hér sé mismunun ræða og væri þá fróðlegt að sjá rökstuðning fyrir því ef svo ætti að vera. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Undir lið 3. Svo er ekki. Lið 4, sameining Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar. Lagt er fram bréf kjörstjórnar Stykkishólmsbæjar þar sem framkoma niðurstöður sameiningarkosninga. Þetta er lagt fram til kynningar. Niðurstöður Stykkishólmsbæjar á kjörskrá voru 737. Á kjörstað kusu 191 karl og 187 konur, 378 samtals. Utan kjörfundaratkvæði 45 karlar og 37 konur eða 82 samtals og alls kusu 236 karlar og 224 konur eða 460 samtals. Atkvæði skiptust þannig: já sögðu 422 eða 92%, nei sögðu 34 eða 7% og auðiseðlar voru 4 eða 1%. Orðið er list undir lið 4. Erla Friðriksdóttir og lista hefur orðið, gerðu svo vel. Já, forseti og ágætur bæjarfulltrúar. Ég sé ekki betur en að í bréfi kjörnefndar þá komi fram villa, væntanlega bara einstaklega sem að vera nú samt rétt að leiðrétta. En á kjörskrá voru samkvæmt fundargerð bæjarráðs þann 10. maí síðastliðinn 837 manns á kjörskrá en ekki 737 eins og kemur fram í bréfi frá kjörstjórninni. Takk. Takk fyrir þetta, Erla. Verður fundarlega Jakob Björnsvall. Forseti, ég vil þakka Erlu Friðriksdóttur bæjarfulltrúa fyrir þessa ábendingu og hún er rétt. Það var misritun í þessu erindi en augljós misritun að ræða og hef komið því á framfæri við formann kjörstjórnar að leiðrétta hana og við sjáum til hvað situr en hins vegar augljósa misritun að ræða. En við munum uppfara hins vegar afgreiðslu og kemur réttur fjöldi á kjörskrá í bókum bæjarstjórnar. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir lið 4.
Svo er ekki. Við vorum búin að ákveða lið 5 ársreikning Siglufjarðarbæjar og lið 6 kjörskrár vegna sveitarstjórnarkosninga árið 2022. Kjörskrár stofn til sveitarstjórnarkosninga 14. maí 2022 hefur verið framlagður. Orðið er laust undir þessu lið. Engin hversu ljós. Bæjarstjórn staðfestir framlagða kjörskrá og felur bæjarstjóra umboð til að undirrita hana, yfirfara og staðfesta breytingar sem kunna verða gerðar á kjörskránni fram til kosninga í samræmi við 111. grein 3. kafla laga nr. 5 1998 kosningar til sveitarstjórna. Þær breytingar sem kunna verða gerðar á kjörskránni verða lagðar fram og kynntar á næsta fundi bæjarstjórnar. Hver eru samþykkið þessu? Fyrir ekki. Orðið er laust. Jakob, gjörðu vel. Forseti, rek augun í eina misritun í tillögunni, aðgreiðslunni, þar sem við vísa til lögum um sveitarstjórna, lögum kosningar til sveitarstjórna og legg þá til að það sé verið að vísa í kosningarlög nr. 112/2021 og legg þá til það breytingu á fyrirliggjandi bókun og þá er það sé einfallega að sé verið að lýsa í réttan lagabálk. Þannig að þetta dettur út. Hérna. Já, bara lögum kosningar. Bara samræmi við kosningalög. 112/2021. Takk fyrir þetta, Jakob. Eru fleiri sem vilja hvað þessi ljós? Það er betið þetta til að hvaða. Svo er ekki. Bæjarstjórn staðfestir framlagða kjörskrá og felur bæjarstjóra umboð til að undirrita hana, yfirfara og staðfesta breytingar sem kunna verða gerðar á kjörskránni fram til kosninga í samræmi við lög kosningar nr. 112/2021. Þær breytingar sem kunna verða gerðar á kjörskránni verða lagðar fram og kynntar á næsta fundi bæjarstjórnar. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 7. Lagðar fram tilnefningar aðila í þjóðhátíðarnefnd 2022. Á 639. fundi sínum lagði bæjarráð til við bæjarstjórn að eftirtaldir verði kosnir í þjóðhátíðarnefnd 2022. Þóra Margrét Birgisdóttir formaður, Anna Lind Særúnardóttir, Bjarni Ómar Nílsen, Halldóra Margrét Pálsdóttir, Sindri Þór Guðmundsson, Gísli Pálsson, Heiða María Elvarsdóttir, Þóra Sonja Helgadóttir, Guðmundur Karl Magnússon, Sigurður Ólöf Sigurðardóttir, Janus Lukasik, Rebekka Sóley Hjartalín og Kristján Daðarsson. Orðið er laust. Undir lið 7. Engin hversu ljós. Bæjarstjórn samþykkir að skipa eftirtalda í þjóðhátíðarnefnd 2022. Vil ég lesa nöfnin aftur til að vera viss með því sem fær mér rétt nefnd. Hverju er samþykkið þessari þjóðhátíðarnefnd? Og það er samþykkt samhliða. Þá er komið að lið 8, kjör í kjörstjórn. Sveitarstjórnir sveitarfélaganna kjósa sameiginlega 3 fulltrúa í yfirkjörstjórn og 3 til vara. Kjörstjórnir þær sem kosnar voru í upphafi yfirstandandi kjörtímabil samkvæmt 14. grein laga nr. 5/1998 kosningar til sveitarstjórnar skuli vera undirkjörstjórnir í hvoru sveitarfélagi fyrir sig við sveitarstjórnarkosningar. Berglind Þorbjörnsdóttir og Gunnlaugur Árnason sögðu sig úr kjörstjórn vegna tengsla og Þóra Stefánsdóttir vegna veikinda. Þá þarf Kristján Hildibrandsson að víkja þar sem hann er á framboðslista fyrir komandi kosningar. Orðið er laust. Engin sem hvað þessi ljós. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar kýs til setu í yfirkjörstjórn vegna sveitarstjórnarkosninga 2022 til viðbótar við kosninga sveitarstjórnar Helgafellssveitar á aðalmanni og varamanni. Aðalmenn eru Björn Sverrisson, Kristín Benediktsdóttir og Jóhannes Eyberg Ragnarsson. Varamenn eru Hjörleifur Kristín Hjörleifsson og Guðbjörg Egilsdóttir. Hver er samþykkið þessu?
það er samþykkt samhljóða. Og bæjarstjórn kýs til setu í undirkjörstjórn Stykkishólmsbæjar vegna sveitarstjórnarkosninga 2022, samanber einnig aðra málsgrein 49. grein sveitarstjórnarlaga. Aðalmenn Guðrún Hauksdóttir, Dagbjört Hrafnkelsdóttir, Davíð Sveinsson, varamenn Símon Már Sturluson, Guðný Pálsdóttir, Steinunn María Þórsdóttir. Varðandi undirkjörstjórn í Helgafellssveit er vísað til afgreiðslu eða bókunar sveitarstjórnar Helgafellssveitar þar Með vísan til 1. málsgreinar 122. greinar sveitarstjórnarlaga samþykkir bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar að skipa Jakob Björgvin Jakobsson og Hrafnhildi Halldórsdóttur í undirbúningsstjórn sem skal undirbúa sameiningu sveitarfélaga. Hver er samþykkið þessu? Vil ég samþykja kannski fyrst í kjörstjórn? Já, það þurfum ekki samþykja þetta. Hver er samþykja? Ok. Það er búið að samþykja þetta seinna sem ég las. Þannig að ég les aftur. Bæjarstjórn kýs til setu í undirkjörstjórn Stykkishólmsbæjar vegna sveitarstjórnarkosninga 2022, samanber aðra málsgrein 49. greinar sveitarstjórnarlaga. Aðalmenn Guðrún Hauksdóttir, Dagbjört Hrafnkelsdóttir, Davíð Sveinsson og varamenn Símon Már Sturluson, Guðný Pálsdóttir og Steinunn María Þórsdóttir. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samlega. Þá er komið að lið 9. Skýrsla starfshóps stefnumörkun Stykkishólmsbæjar í málefnum einstaklinga 60 ára og eldri. Loka skýrsla. Lögð er hér fram skýrsla starfshóps stefnumörkun Stykkishólmsbæjar í málefnum einstaklinga 60 ára og eldri. Bæjarráð þakkaði starfshópnum á 639. fundi sínum fyrir góða vinnu og vísaði skýrslunni til bæjarstjórnar. Orðið er laust undir lið 9. Enginn hversu ljós. Þá les ég bæjarstjórn þakkar fyrir velunna skýrslu og tekur undir áherslur sem koma fram í skýrslunni. Hver er samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 10. Stykkishólmur í sókn, efling atvinnulífs í Stykkishólmi. Lagt er hér fram skilabréf starfshóps eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi ásamt lokaskýrslu. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd hvatti Stykkishólmsbæ á 11. fundi sínum til að fylgja fast eftir þeim 20 tillögum sem er að finna í lokaskýrslu starfshóps eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi. Bæjarráð fól bæjarstjórn á 639. fundi sínum að kynna tillögur og vinna áfram að málinu. Orðið er laust undir lið 10. Haukur gerði svo vel. Haukur var fulltrúi Ólista. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Hérna er heljar skjal og skýrsla komin sem er mjög góð. Mikið af því sem við erum búin að vera að vinna í og þarf að halda á lofti, sem ég þarf að þessi mál haldi áfram. Inn í þessu eru líka aðra tillögur sem er alveg áhugaverðar, en spurning hvort að það sé á okkar að fara strax í það. Vít undir, hann ætla að koma með bókum bara. Hún er þannig, undirrituð þakka starfshópum eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi fyrir skýrsluna. Í skýrslunni eru margar góðar tillögur að eflingu atvinnulífs sem nú þegar hefur verið unnið að eða hafist handa við að vinna. Í skýrslunni er jafnframt að finna tillögur sem undirrituð telja ekki hlutverk sveitarfélagsins að leggja kostnað í að greina áður en framkvæmdur og rekstraraðili kemur að málinu, svo sem kostnað við frumgreiningu á möguleika til strand- og landeldis á svæðinu eða kostnað við skipulag á jarðhitaplöðum. Og undir þetta skrifa okkar Stykkishólmur, Haukur Garðarsson og Erla Friðriksdóttir. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Ég ætla að taka fundarhlé.
Þá höldum við áfram frá horfið. Lárus Ásmar, frú Ellistað, þú varst að biðja orðið, gerðu vel. Forseti, ég byrjaði því að þakka fyrir þessa skýrslu þar sem verið að rýna í framtíðarmöguleikana okkar sem eru í æði margir, tengjast margir firðinum okkar fallega og okkar stolti. Það vekur athygli mína að í máli sem er merkt 221 sem það sem fjallar þekkingasetur er ekkert að ég eitthvað lítið augun í að það væri minnst á Náttúrustofu Vesturlands. Það þótti mér skrítið því að þar hefur nú verið svona mikil fræðastarfsemi og það sem hefur komið frá þeim hefur verið ákaflega vel unnið og við getum verið stolt af því. Annað sem að rak augun í það er sem mál 315 sem er fjallað ígulker og það er eitthvað sem við þurfum að berjast fyrir að þetta sé svæðisbundin nýtingarréttur og eins og ég hef alltaf talað það sé ekki með framsalsrétti sem að tengist þá máli númer 316 sem eru svæðisbundnar skelbætur sem hafa verið þurft að berjast fyrir á hverju ári og talaði að það séu festar. Minn málflutningur og því að við erum náttúrulega að vinna fyrir sveitarfélagið okkar að hefur verið sá að þessi réttur, þessar bætur séu ekki með framsalsrétti. Ég vil bara ítreka það. Við mögum ekki gleyma því það er nokkrir mánuði síðan að skellti hér fyrirtæki í lás sem að mögulega mun selja frá sér sinn kvóta, þetta er 30-35 störf. Ef að þetta fyrirtæki hefði verið komið með fastar bætur, skeljabætur, á það geta leyst út svona 1000 milljónir í viðbóti ef að það velur það að selja frá sér kvótan. Sem betur fyrir þessi kvóti nýttur í Þórsnesinu allavega eins og er og verður vonandi áfram. Þannig að við þurfum að tala alveg íslensku um þetta. Allavega mun ég gera það meðan ég er hér. Því að ég vil ekki missa þetta úr sveitarfélaginu mínu. Annað sem að ég velti fyrir mér að því að nú er mikið talað þang- og þörungavinnslu hérna á svæðinu og búið að vera árum saman og það var síðast bara í mokkanum í dag að ekki það ég lúslesi mokkan á hverjum degi þannig að þar talað þetta nýja fyrirtæki sem er Asko Harvester sem eru systkinin sem eru með starfsemi við Skipavíku bryggjuna að þau eru að setja á laggirnar starfsemi tengda þessu sem að ég held að sé spennandi verkefni og er ekki að tala svona massa vinnslu heldur að gera meiri verðmæti. Það hins vegar hefur líka vakið athygli mín að við heyrum sáralítið minnst á fyrirtæki sem byrjaði hérna Alketian Seaplants sem var með kynningu hér á sínu fyrirætlunum en það hefur ekkert orðið þannig að ef einhver getur frætt mig eitthvað hver staðan er á því fyrirtæki varðandi starfsemi því að það tengist náttúrulega óneitanlega atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Annars enn og aftur bara þakka góða skýrslu og það er margt þarna sem að verður gaman fyrir þá sem að verða með hendurnar í þessu að vinna áfram. Takk. Takk fyrir þetta. Jakob hefur beðið orðið. Forseti. Lárus Ásmari bæjarfulltrúi fyrir þessa yfirferð. Fyrir það fyrsta þá er minnst á Náttúrustofu Vesturlands í megintillögu starfshópsins. Þá er jafnframt hægt að upplýsa það að við höfum tekið samtal við
forsvarsmann Náttúrustofu Vesturlands þetta verkefni sem og Háskólasetur Snæfellsness og mun fleiri aðila. Þannig að það hefur átt sér stað það samtal. Ég tek bara undir mikilvægi tillagna hvað varðar íúrker og skelbæturnar og undir einnig með Lárusi hvað var að mikilvægi þess að nýta svæðisbundnar auðlindir eins og þau okkar eru hér í Breiðafjörð og svo sem oft farið yfir það á þessum vettvangi hér að fyrir liggja samningsdrög Arcadian sem Arcadian að fara yfir og við bíðum eftir viðbröðum við þeim samningi sem að við höfum sendt þeim út varðandi áframhaldi þá samningaviðræður við Arcadian en eins og við fórum yfir hér fórum yfir Bærasundi og nýverið í skipulagsbyggingnefnd og fleira þá er hafin hér vinna við skipulagsgerð á athafnasvæðum austan og vestanmegin við flugvöllinn. Það er lagður grunnur að því skipulagi sem að við erum ég sjáum fyrir okkur að þurfa að fara í. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Lárus Osmar? Lárus Gersvel? Forseti, þakka Jakobi Björgvini bæjarstjóra hans svör. Mig langaði kannski að fá aðeins skýrari sýn bæjarfulltrúa á skelbæturnar. Er ég svo eini sem ég hef nú verið það kannski stundum allavega með þetta, er ég svo eini sem er þeirra skoðunar að þessar skelbætur eigi að vera ekki með framsalsrétti eða eru bæjarfulltrúar á því að þetta verði varanlegar bætur með framsalsrétti og öllum þeim fríðindum sem því fylgja. Þetta er stórt mál og ég kalla bara eftir því svolítið að við höfum skoðun á þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Ásmundur Gersvel. Ásmundur fulltrúi Hálistaði biður orðið. Gersvel. Forseti og ágætu fundarmenn. Ég tek alveg heilsögur undir með Lalla. Ég held að ég er algjörlega sammála því upp á að tryggja hérna vinnslu og veiðar og vinnslu hérna áfram. Þannig ég er algjörlega sammála Lárus í þessu. Takk fyrir þetta, Ásmundur. Haukur, fulltrúi Ólista, Gersvel. Forseti, nú sé það kallað eftir því, þá vil ég taka undir það sem að Lárus var að fara yfir og Ásmundur tók undir, ég tek undir þetta líka. Það skiptir mjög miklu máli að skelbæturnar séu hér, séu ekki með framsalsrétti og við séum að íti það að þær komi hingað. Þannig að ég ætla bara að taka undir með mér í félagum hérna. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur. Jakob hefur biðið orðið. Forseti, ég þakka tækifæri til þess að fá að veita hér ansvar öðru sinni, en ég er svona, mér finnst ljúft að skilta að þar sem ég átti ákveðin þátt í þessari vinnu, í Blika atvinnulífsins satt í þessu starfshópi að nefna það að starfshópurinn sjálfur sér er ekki að leggja til bann á framsali sem slíku, og það hafi komið fram en það er ákveðið sjónarmið, heldur að ef framsali verður þá verði samt sem áður framsali hér innan svæðisins í okkur og þeir verða alltaf landað hér. Svæðisbundin skelbæturnar verða þá svæðisbundin við Stykkishólm og Grundarfjörð
sama þótt að einhver kennitala innan Stykkishólms breytist. Það hins vegar má alveg velta fyrir sér ennþá þrengri skorðum á þessu eins og nefnt hér, þetta sé skilyrðisbundið við kennitölur. Það sé framsalið sé óheimilt en starfshópurinn þarna var að gekk ekki alveg það langt, heldur taldi rétt að skilyrðisbunda við Stykkishólm líkt og Skelbæturnar voru sínum tíma og stoppa þar. En bæjarsjónarmiðin held ég eigi bara fullan rétt á sér. Ég held að markmiðið sé það sama. Takk fyrir þetta, Jakob. Gunnlaugur, gerðu svo vel. Gunnlaugur, fyrir álista, gerðu svo vel. Já, ég vil taka undir með félögum mínum að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur með Skelbæturnar. Það alveg nokkuð ljóst og við þurfum að halda þessu á lofti. Það er alveg klárt mál. Langar að byrja að þakka bara frábæra skýrslu, 20 frábærar hugmyndir sem koma þarna fram og gaman að sjá að hópurinn er virkilega að hugsa samfélagið og eflingu atvinnulífsins. Við viljum koma með smá bókun hérna, Hálistinn. Hálistinn þakkar góða og ítarlega skýrslu sem samræmist þeim áherslum sem listinn hefur lagt upp með síðastliðin ár. Hálistinn telur mikilvægt að uppbygging innviða styðji við atvinnulíf svæðisins og að hið opinbera reyni að tryggja að sköpuð verði á svæðinu bestu mögulegu skilyrði til uppbyggingar þannig að byggja megi sterk og öflug atvinnufyrirtæki og efla þannig atvinnulíf og byggð á svæðinu. Við teljum að vert sé að velta upp öllum möguleikum til eflingar atvinnulífs á svæðinu sem er undirstaða velferðar hvers samfélags og hvetja til einkaframkvæmda sé það til eflingar samfélagsins. Hálistinn vill að sveitarfélagið sé opið fyrir því að leggja grunn að þeim tækifærum sem liggja fyrir á svæðinu, meðal annars með skipulagsvaldi sínu, þannig að framtakssamir einstaklingar sjái sér hag í að nýta þau, samfélaginu til heilla. Þetta skrifum við undir Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Gunnlaugur Smárason, Ásmundur Sigurjón Guðmundsson og Steinunn Magnúsdóttir. Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós. Undir lið 10, eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi. Svo er ekki. Haukur Garðarsson biður orðið. Forseti. Ég alveg tekið undir þessa bóku sem þið voru með. Við erum öll saman að það við viljum efla atvinnulíf. Það er það spurning hvernig ég gera það. Ég vil okkar aðeins að fara hérna í tillögu afgreiðslu fyrir þetta. Bæjar á fól bæjarstjóra á 639. fundi sínum að kynna tillögur og vinna áfram að málinu. Þetta er svolítið órætt. Þarna eru 20 mál sem eru mjög góð öll og spurningin er hvort að ef við erum að samþykkja þetta má þá bara fara í öll þessi mál og ráðast í þau. Við teljum í það minnsta ef við erum að tala að fara í frumgreiningu eitthvað þá þurfum við að ræða það mjög vel og við teljum líka þó að þessi 2 mál hafa verið tekin út þá er fullt af öðrum málum sem hægt er að taka sem getur verið mjög öflug fyrir bæinn sem er ekki búið að ræða. Þannig að ég vil bara vera með á hreinu að ef við samþykkjum þessa skýrslu eru þá að samþykkja öll málin í henni eða eru við að samþykkja bara skýrsluna sem gott innlegg og svo verður málin tekin upp eitt í einu og þá sérstaklega þessi 9 mál því að flest þessar mála eru í gangi eða hafa allan að fengið mjög góð umfjöllun. Þannig ég spyr bara það. Hver er meiningin í þessari afgreiðslu? Takk fyrir þetta, Haukur. Jakob, hefur beðið orðið.
Forseti, Haukur Garðarsson bæjarfulltrúi spyr skilning, ég vil meina míns, kannski í þessu tilviki á fyrirliggjandi tillögu að afgreiðslu málsins fyrir bæjarstjórn sem stendur og sem var afgreidd í bæjarráði að kynna tillögurnar og vinna áfram að málinu. Það í sjálfu sér ekkert svo flókið að vinna áfram að málinu í heild sinni. Það er ákveðin mál sem eru í farvegi sem að bæjarstjóri er nú þegar með umboð til að vinna áfram að sem að hafa verið tekin fyrir áður og við munum þá bæjarstjóri vinna áfram að þeim málum. Nýjum málum er þá verið að leggja grunn að koma við í bæjarráð og hefja þá formlega vinnu við það og ef fjárheimildir er að ræða þá þyrfti að samþykkja þær sérstaklega sem dæmi. Með afgreiðslunni hér sem liggur fyrir er verið að þakka starfshópnum fyrir vel unnin störf og staðfesta ákvörðun bæjarráðs sem er að kynna tillögur og vinna áfram að málinu. Það er ekki verið að samþykkja allar tillögur í heild sinni hverju og eina þessar 20 tillögum en heldur er starfshópurinn einnig líka að leggja til við bæjarstjórn þessar tillögur og síðan er þeirra ákveð að velja úr þeim og hvað áherslu á að leggja áherslu á og forgangsraða þeim og það er kannski meiri vinna heldur en við færum kannski yfir akkurat hér á þessum hérna fundi. Vinna áfram málum er einfallega vinna að þeim tillögum sem að bæjarstjóri til þess að hafa umboð til þess að vinna að og síðan sækja umboð til bæjarráðs bæjarstjórnar eftir atvikum með þær nýjar tillögur, nýjar áherslur sem að þarf að vinna þannig að bæjarstjóri sé að vinna innan síns umboðs. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja hvað þessi ljós? Svo er ekki. Þá les ég bæjarstjórn þakkar starfshópnum fyrir vel unnin störf og staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að síðasta liða dagskrá sem eru 11 liður umferðaröryggisáætlun Stykkishólmsbæjar 2021 til 2025. Lögður fram til afgreiðslu umferðaröryggisáætlun Stykkishólmsbæjar. Skipulags- og byggingarnefnd fagnaði á 258. fundi sínu því að umferðaröryggisáætlun liggi fyrir og geti farið að þjóna hlutverki sínu sem leiðbeinandi stoðgagn í ýmsum verkefnum á vegum bæjarins. Nefndin samþykkti áætlunina fyrir sitt leyti. Bæjarráð samþykkti á 639. fundi sínum umferðaröryggisáætlun Stykkishólmsbæjar 2021 til 2025 og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hana. Orðið er laust undir lið 11. Haukur Garðarsson og listaði beðið málið. Gerðslega Haukur. Forseti. Hér er önnur stór og góð skýrsla sem er mjög mikilvæg fyrir bæjarfélagið. Ég þakka fyrir þá vinnu sem er farið fram þarna. Við erum þó komið bókun. Undir þetta gera athugasemd við að framkvæmdir hafi verið hraðatakmarkandi aðgerðir og leiðbeiningar hámarkshraða breytt á aðkomu bæjarstjórnar. Svo sem hraðahindrun í Tjarnarási, leiðbeiningar hámarkshraða á Silfurgötu í Lágholti og Tjarnarási í 30 km hámarkshraða og biðskylda við Hjallatanga tekin niður. Umferðaráætlun hefur verið í vinnslu nokkuð skeið, það er þó ekki sem kallað á farið í slíkar aðgerðir án samþykkis bæjarstjórnar. Undir þetta skrifar okkar Stykkishólmur, Haukur Garðarsson og Erla Friðriksdóttir. Og ég spyr líka, og beinir til bara bæjarstjóra væntanlega, þarf ekki að tilkynna svona breytingar með stjórnartíðin, svo að það ekki gildi. Bæði hvað varðar breyting á biðskyldu og hraða. Og er búið að gera það ef svo er. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Jakob hefur beðið málið. Forseti, lútt að skipta að svara þessum fyrirspurn eða bregðast við
þessari bókun. Þetta er bókun eða fyrir. Hámarksræði er óbreyttur í Stykkishólmi en það er ekki búið að samþykkja umferðaröryggisáætlunina. Hins vegar var gert ráð fyrir því að það væri löngu búið að samþykkja þessu umferðaröryggisáætlun þegar þessar merkingar voru gerðar, en þetta er náttúrulega bara merkingar á vegum og til að bregða sérstaklega við ítrekuðum ábendingum íbúa að það er of hraður akstur inn á þessu götu sem að þessar merkingar voru settar á, sem ákveðin tilmæli til vegfarenda að hægja á ferðinni, en þetta er ekki þessi lögbundnu skilti sem eru upp á sem eru sett til hliðar við vegun og veginn og ber að fylgja og lögreglan tekur mið af. Nú, ég get ekki ímyndað með það að það sé alltaf bæjarstjórn sem að tekur ákvörðun einstaka umferðaröryggismál í sveitarfélögum víðs vegar um landið. Ef að það rúmast innan fjárheimilda þá er það ekki slíkt og það er frekar aðbörðugt, ég get bara fullyrt það. En ég hef nú leitast til við það gegnum tíðin og þetta kjörtímabil að meira þess að fara með mál sem eru smávægileg og leita frekar þá umboðs kjörinna fulltrúa við þau mál. En aftur, þetta mál var innan þá fjárhagsramma í fjárhagsáætlun og sem þar að segja hraðatakmarki aðgerð í Tjarnarás og var þar sett upp og hef þegar fengið jákvæðar undirtektir frá íbúum í Tjarnarási að það hafi þessar aðgerðir sé að virka og það sem slíkt sjálfur sér er alveg innan þess umboð sem að fjárhagsrammi í fjárhagsáætlun gefur bæjarstjóra til þess að framkvæma, en aftur er verið að bregðast við á þeim tíma sem að málningaflokkurinn var að störfum hér á höfninni og voru að nota sama tíma til þess að koma málunum í gegn með þessum hætti líka því að til stóð á þeim tíma að samþykkja þessa umferðaröryggisáætlun sem að er búin að vera hér í vinnslu alveg frá árinu 2019 og búin að hljóta hér ítarlega og faglega málsmeðferð að mínu mati þennan tíma með mikill aðkomu samgöngu yfirvalda, hvort sem að það sé Samgöngustofu eða Vegagerðarinnar og lögreglunnar á Vesturlandi jafnframt. Þannig að ég held að hérna séum við með mjög flott og gagnlegt plagg til þess að vinna eftir á næstu árum innan þeirra fjárheimilda sem er veitt hverju sinni. Takk fyrir þetta, Jakob. Haukur, gerðu svo vel. Forseti, ég þakka bæjarstjóra fyrir svör. Ég er samt ekki alveg sammála honum að það sé nóg að það er einstaklega fjárheimildir og þessar ákvarðanir séu teknar og menn fara af stað. Bæjarstjórn er með bæjarstjóra sem framkvæmdastjóra og hann á að gera það sem bæjarstjórn biður um. Mér finnst þetta algjörlega vera mál sem við hefum átt að ræða í bæjarstjórn. Við höfum reyndar áður tekið til umræðu þetta plagg og þar voru ekki sammála til dæmis hámarkshraða og það var ekki löngu áður en þetta var gert. Þannig að ég held að það hefði verið meiri lukku því að við höfum rætt þetta saman. Einnig hefði ég hugsað vilja sjá aðra lausn með þessa hraðahindrun. Þetta er ekki góð tegund af hraðahindrun og íbúi í götunni hefur kvartað yfir henni við mig. Þó hann sé eflaust ánægður með að hraðan hefur komið niður. En svo var reynda þannig í þessu plaggi þá kemur nú fram að hraðinn í Tjarnarásnum var kannski svo besti sem það var og kannski síst á því að halda þarna. En það er annað mál. Ég hef viljað sjá hærri hraðahindrunar sem hægt er að ganga yfir því að það er mikið af börnum sem fara þarna yfir og það er gott að hafa það hækkað upp og gangur þar yfir. En ég ætla ekki að ræða efni sjálft, ég held bara að það hefði verið miklu heppilegra ef við hefðum rætt þetta og svo framkvæmt þetta. Og það dugur ekki að það sé bara fjárheimildir fyrir einhver að það megi vaða í það. En svo að því við erum að tala þetta, að þá er svolítið sorglegt að sjá að þessi málning sem var sett niður og hún er svolítið mikið að hverfa eftir veturinn. Og það er spennandi hvort að þau heyri viðkomandi verktaka og spyrja aðeins út í það hvort að þetta sé ásættanlegt.
Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur. Jakob, gjörðu svo vel. Forseti, ekki að ég vilji vera að mun höggvast við bæjarfulltrúa á þessum vettvangi hér en bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar er svo sem og fjárheimildir sem þar eru veittar til stjórnsýslunnar eru sambærilegar og veittar eru í bæjarstjórn Kópavogsbæjar eða bæjarstjórn Reykjavíkurborgar. Ég get fullvissað bæjarfulltrúa það að hraðahindranir koma ekki til afgreiðslu í bæjarstjórn Kópavogsbæjar hver ein og einasta eða í bæjarstjórn Reykjavíkurborgar. Og það var því mitt sápunktur sem ég nefndi hér áðan að ég hef leitast við það í mínu störfum að fara freka með mál hér inn á þennan vettvang kannski í bæjarráði eða bæjarstjórn og fá þá sín kjörnum fulltrúa á ákvörðunum þrátt fyrir að fjárheimildir séu til staðar og ítreka það hér með að þannig hefur mitt verklag verið á þessu kjörtímabili. Þessar allar þær aðgerðir sem var farið í voru farnar í vegna ítrekaða beiðna frá íbúum, þeim sem tala fyrir íbúasamráð og íbúalýðræði. Þetta verður að holta þá að velta því fyrir sér hvort að í þessum tilvikum hvort það væri rétt að bregðast við þeim með þessum hætti sem gert var. Það má vel gagnrýna þá þessar ákvarðanir sem teknar eru en þeir voru teknar með umferðaröryggi að leiðarljósi og til að koma móts við áhyggjur íbúa af þessum hraða sem voru í þessum götum. Nú kannski í ljósi þeirra gagnrýni sem kom hér áðan að þessar 30 km merkingar hefðu verið settar og þá hefði ég frekar haldið að því hefði verið fagnað hér að þær voru að fara fjarlægast af götum bæjarins. En hins vegar hefur þessum ábendingu verið komið á framfæri við verktaka sem á annað málinu að endingin sé ekki nægjanlega. Við hefðum getað farið í annars konar merkingar sem voru mjög varanlegri en hins vegar voru mun kostnaðarsamari. En það var ekki gert, heldur var farið í svona ódýrar lausnir einmitt líka til þess að athuga hvort svona lag skili árangri og hvort við ættum að halda þess áfram eða ekki. Það var líka það sem var verið að gera. Vegna þeirra ítrekuðu ábendinga úr báðum umhverfisgöngunum og þeim beiðnum og símtölum sem ég hef fengið. Það er eiginlega grunnur þess að þetta var farið í þessar framkvæmdir að reynda að koma til móts við ítrekaðar óskir íbúa. Takk fyrir þetta, Jakob. Haukur, gerðu svo vel. Já, forseti, ég vil ekki munnhöggvast við Jakob bæjarstjóra heldur og ekki að því. Ég efast ekki að Reykjavíkurborg og Kópavogur og Akureyri og fleiri stærri staðir hafa stofnanir sem sjá þessi mál og það er bara gott og vel, enda það eru það stærri batteri. Stykkishólmur er aðeins minni og við eigum gott samtal og ég vil bara fá góða samtal þetta og varðandi það að mann ætti að fagna því að maður ekki sé fara, ég ætla að taka fram, ég er ekki á móti því að það sé farið aðgerðir og maður geta alveg rætt 30, maður geta rætt 40, ekkert mál með það, maður geta rætt hindranir hér og þar, en það er bara samtalið sem ég vil fá og ég vona bara að það verði í framtíðinu, við bara ræðum þessu mál að það sé farið í þetta heilstift og farið eftir þessu. Ég hef líka kannski viljað fá áherslur á öðrum stöðum samhliða eða jafnvel fyrr eins og kringum leikskóla og kringum grunnskóla. Það er eitthvað sem þarf að gera, það kemur fram í þessari umferðaröryggisáætlun og við munum taka á því. En ég þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Steinunn frá Hálistæði beðið orðið, gerðu svo vel, Steinunn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta
Þetta er ekki fyrsta skipti sem við erum að ræða umferðaröryggisáætlunina hérna, en væntanlega í það síðasta, allavega í bili. Mér finnst við hafa tekist allnokkuð á og skipst á skoðunum þetta. Ferlið er búið að vera í vinnslu mjög lengi og mikið verið rætt og ekki bara hér, heldur bara út í samfélaginu. Þannig að í kjölfarið á þeirri umræðu sem við farið hérna fram núna, langar mig fyrir hönd Hálistans að koma með eftirfarandi bókun. Hálisti bendir á fyrirliggjandi gögn frá VFSO þar sem að meðal annars vangaveltum og spurningum sem bárust verkefnið í vinnsluferlinu er svarað. Búið er að vinna að umferðaröryggisáætlun frá árinu 2019. Hún hefur fengið ítarlega umfjöllun innan bæjarins með víðtæku samráði og sátt ásamt því að leitað hefur verið eftir samráði við opinberar stofnanir svo sem Vegagerðina og lögregluna á Vesturlandi, eins og sjá má í skýrslunni. Hálistinn leggur áherslu á umferðaröryggismál í Stykkishólmi og er þessi áætlun í samræmi við það. Og þetta skrifum við undir, ég sem hér stend, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Gunnlaugur Smárason og Ásmundur Guðmundsson. Takk fyrir þetta, Steinunn. Og orðið er enn laust umferðaröryggisáætlun Stykkishólmsbæjar. Engin kveður sér ljós. Þannig að ég les hér að bæjarstjórn samþykkir umferðaröryggisáætlun Stykkishólmsbæjar 2021 til 2025 og hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá er ekki fleira á dagskrá þessum fundi. Takk fyrir góða fundarsetu. Bið ykkur að keyra varlega heim og slít fundi klukkan 19:25.